Allir vita hvar Hallormsstaðaskógur og ég gerir ráð fyrir því að flestir Íslendingar vita hvar hótelið í skóginum En þar ræður ríkjum Akureyringurinn Þráinn Lárusson en hann lumar á fleiri atriðum í rekstri. Framar vonum, eiginlega miklu betra en ég þorði nokkuð tíman að vona. Við náttúrulega vorum heppin, við fengum náttúrulega alltaf besta veðri hérna reyndar, segi ég samt sem Akureyringur. Í sólin Laugameli hér? Já, það verður náttúrulega ekkit sko, ég segi það alltaf gott veður á Hallormsstað. Sko, þú veist, við heyrum stundum að þeir fyrir sunnan tala stundum árið 2019 sem að þá hefði eitthvað vont veður hjá okkur. Það var ekkit vont veður hjá okkur, það var alveg mjög gott veður og ekkit ósvipað að vera í Reykjavík. En það var bara svo gott veður fyrir sunnan að fólk kom ekki út á land. Nei, hér náttúrulega mikil veðursæld og við fengum náttúrulega alveg ekstra gott sumar í sumar og ég var eiginlega að viðurkenna það að þetta náttúrulega eitthvað sem að kannski þetta eitthvað sem við megum búast í framtíðinni, þeir segja það nú en þetta var ótrúlegt. Ég var nýtt að tala við gamlan mann sem býr og kominn yfir áttrætt og það aldrei nánast aldrei farið út úr skóginum og hann sagðist aldrei nokkuð tíman hann kynst þessu enda ég held að sín mælingar löngu búin að þó hann sé gamall þá var mælingarnar eldri. Nei, þetta búið að vera mjög gott sumar og það væri dónaskapur að segja að þetta hefði verið ekki annað en við settum allir staðirnir slógu öll sölumet og í júlí og þá voru náttúrulega ekki mikið útlendingum en þá voru Íslendingandi, þeir komu enda veðri var alveg frábært og svo hefur það náttúrulega ræst sem að maður vonaðist til að með haustunni kem útlendingandir og í dag þetta bara ágúst var alveg í lagi og september bara í lagi og svo lofa bara ágættis bókanir veturinn, í vetur kaupi ég sem sagt þessa álmu sem var byggð sko, sem var ein og sér og stóð bara sem svona gistiálma. Ég kaupi öll hlutabréfin upp í því fyrirtæki og byggi við veitingastaðinn og gamla það sem lobbyið var og báðir veitingastaðirnir og næsta ár þar þá stækka ég hótelið 29 herbyggi og síðan kemur eftir það þá förum við í salt, opnum salt. Þaðan förum við svo og þá kaupi ég Valaskjól sem var náttúrulega búið að standa og orðið mjög illa farið og var ekki til mikið sóma fyrir svæðið. Þannig að ég einhvern veginn oft verið þannig að það var eins með salti raunlega. Það var allir búin að segja að væri ekki eftir eitthvað veitingastæðina. En ég var aldrei viljað trúa því og einhvern veginn það þannig. Ég þarf ofta að gera eitthvað sem að aðrir segja sé ekki fræðilegu möguleiki. Ég veit ekki hvað þetta sko. Þetta ótrúlega fíflagangur náttúrulega sko. Það kannski gáli reyna að gera eitthvað sem væri viti sko. En saltið sannaði sig strax á fyrsta degi. Valaskjál var fyrstu árin mjög þungt, það verður bara að segjast eins og sko. Við fórum í mikla breytingar á því en það sem við gátum gert sko, því þetta var náttúrulega hótel sem var komið með, má segja bara ansi mörg lík í skotti sko. En það sem við gátum gert var það að við vorum náttúrulega gríðarlega vinsælt hótel Hallormsstaður og við gátum tekið yfirflæðið sem var gríðarlega mikið hverju sumri. Við gátum tekið það inn í Valaskjál og þannig byggðum við upp trú fólks á Valaskjál. Og svo hefur náttúrulega staðið til að stækka Valaskjál sko. En svo náttúrulega kemur þetta COVID og fyrst kom hann samdráttur út af gríðarlega sterku gengi krónunnar og síðan fer náttúrulega váir og svo kemur COVID þannig að það hefur ekkert verið farið að gert í því ennþá þannig að við erum ennþá bara með þessi 39 gömlu herbyggi sem reynda búið að gera upp en þau eru lítil, það er bara að segjast eins og sko. En þú ert með veitingastað þar? Jú, það er glóð, það gengur rosalega vel þar, það er alveg bara stöngin inn sástaður, enda við opnuðum þessa glóð sem núna, við opnuðum hana 2019, en við vorum búin að reyna frá 2015 og það var ekki búin að ganga neitt óalega vel, sko, við vorum búin að reyna alls konar þarna og það var eins og við værum ekki, fyrst fórum við að gerum alveg rosalega fændæn stað þarna, rosalega flottur staður, sko, og við komumst í hvítbókina þarna sem gefin út hérna sem var einn af 10 bestu veitingastöðum á Íslandi en það kom bara engin gestur þú veist þetta var ekki gott múf sko, þannig að ég breytti þessu og svo breytti ég þessu aftur og svo breytti ég þessu, ég held að þetta sé 4. breytingin en þá heldum allir að ég væri
gjörsamlega bandvitlaus þegar ég setti pizzuofn á það því að nóg væri nú að pizzum í bænum og þar með var ég með pizzustað eða það er selda pizzur á Saltinu. En ég ákvað að taka þetta bara þá leið að ég bara ætla að gera þetta bara alveg hardcore Italian, sko, bara með öllu þetta, ég fekk bara ítalskan pizzumeistara og ítalskur eldofn og allt hráefni ítalst og þetta var gekk mjög vel og staðurinn hefur gengið alveg geysilega vel síðan, sko. En allavega, sko, svo förum við eftir Valaskjálf, þá förum við hingað og kaupum skólahúsnæði hérna og breytum því. Það var rosalegur pakki því að skólinn var ekki eins góð ásigkomulagi eins og menn héldu kannski. Það er skipta hérna allt, við fórum alveg inn í einangrun og alla lagnir og alla rafmagnslagnir og vatnslagnir og ofnalagnir og þurfti að breyta öllu, sko. Og þetta var gríðarlega dýr pakki, sko. En við gerðum með þessu móti, þá náttúrulega er Hallormsstaður í dag náttúrulega langstærsta hótel á Austurlandi og ég segi náttúrulega það besta með 2 veitingastöðum og hér erum við með líkamsræktarsal, við erum með ráðstöfnusal, við erum með spa og við erum með nuddherbergi og nuddara hérna.